Herra forseti, góðir Íslendingar. Það undir mjög sérstökum kringumstæðum sem við höldum eldhúsdagsumræður hér á þessu kvöldi. Íslenskt samfélag hefur gengið í gegnum stórfellt efnahagshrun að undanförnu sem hefur haft gríðarleg áhrif á okkur öll, hvert einasta íslenskt heimili. Það eiga að vera sjálfsögð mannréttindi að fólk hafi atvinnu. Eitt versta böl sem hendir sérhvern einstakling að missa atvinnuna. Get ekki nýtt starfskrafta sína sér til framfæris, landi okkar til framfara og heilla. Í því ljósi það grafalvarleg staðreynd að 50 til 100 einstaklingar hafa af jafnaði misst atvinnu á hverjum einasta degi síðustu vikur og mánuði. Að ríflega 18.000 Íslendingar séu í dag án atvinnu óviðunandi ástand í íslensku samfélagi, ástand sem snertir hverja einustu fjölskyldu í landinu með einum eða öðrum hætti, og það eðlilegt að það sé vaxandi krafa í samfélaginu að stjórnvöld ráðist í róttækar aðgerðir til þess að bregðast við þessum vanda sem blasir við okkur, þannig að við getum loksins farið að snúa úr vörn í sókn. Spár gera jafnframt ráð fyrir því að 10 fyrirtæki munu verða gjaldþrota á dag á næstu 12 mánuðum, sem þýðir það að 3.500 íslensk fyrirtæki munu ekki lifa af næstu 12 mánuði. Fasteignaverð, ef ekkert verður að gert, mun að öllu óbreyttu lækka, sem þýðir á mæltu máli að eigið fé íslenskra húsnæðiseigenda mun stórlækka á meðan að við horfum upp á húsnæðisskuldirnar hækka, sem þýðir á mæltu máli verði ekkert að gert að tugþúsundir íslenskra heimila munu keyra í þrot sökum hækkandi skulda og lækkandi tekna. Það blasir því við okkur öllum, þar að segja þeim sem á annað borð vilja horfast í augu við raunveruleikann, að róttækra aðgerða þörf til þess að koma til móts við vanda heimilanna í landinu. Ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks var í upphafi þessa árs orðin óstarfhæf. Sú ríkisstjórn var ósammála í flestum grundvallaratriðum og í raun var það aðgerðar og stefnuleysið sem réð för þar á bæ. Við það var ekki búið. Og í því ljósi lögðum við Framsóknarmenn fram það tilboð að verja minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna vantrausti yrði hún lögð fram hér á vettvangi þingsins. En það var vissulega ekki gert án skilyrða. Í fyrsta lagi var krafa okkar sú að það yrði boðað til kosninga eigi síðar en 25. apríl eins og raunin er. Í öðru lagi lögðum við mikla áherslu á það að boðað yrði til stjórnlagaþings þar sem að íslenska þjóðin gæti komið að því að semja nýja íslenska stjórnarskrá. Krafa sem mjög hávær í íslensku samfélagi, og þrátt fyrir einbeittan vilja sjálfstæðismanna hér á vettvangi þingsins munum við vonandi koma stjórnlagaþingi á fyrir kosningar. Það mín bjargfasta trú og von. Í þriðja lagi lögðum við Framsóknarmenn áherslu á það að það yrði komið strax til móts við vanda skuldugra heimila. Og í fjórða lagi lögðum við það til að komið yrði strax til móts við vanda atvinnulífsins, sem mjög skuldsett líka. Og mig langar að ræða hér örlítið, og ég held að það sé alveg efni til þess, að ræða skuldsett fyrirtæki og heimili hér í þessu landi. Og vissulega það svo að við Framsóknarmenn höfum átalið núverandi ríkisstjórn fyrir það að vera ekki með nægilega róttækar aðgerðir til þess að bregðast við þeim vanda sem blasir við okkur í efnahagslífinu. Ég ætla þá hér með samt sem áður ekki að kasta rýrð á þau góðu mál sem hafa verið lögð fram hér á vettvangi þingsins, en okkur Framsóknarmönnum finnst einfaldlega ekki nægilega að gert til þess að forðast mögulegt kerfishrun í íslensku samfélagi sem mér finnst blasa við verði ekkert frekar að gert til þess að koma til móts við vanda heimilanna og fyrirtækjanna. Okkur sýnist að það eigi í raun og veru ekki að koma til móts við heimilin í landinu fyrr en búið verður að keyra þau í þrot. Það alröng nálgun að mínu mati, og í raun og veru snýst þetta mannlega reisn, að íslensk heimili verði ekki fyrst keyrð í gjaldþrot
og síðan eigi að fara að hjálpa fjölskyldunum í landinu. Fyrir 1,5 mánuði síðan lögðum við Framsóknarmenn fram mjög róttækar tillögur í efnahagsmálum. Þær voru í 18 liðum. Því miður var það svo að einungis ein tillaga okkar fékk aðallega umfjöllunarefni og hún mjög frægorðin og snertir 20% niðurfærslu af skuldum heimila og fyrirtækja, sem í raun og veru ekkert annað en leiðrétting á óða verðbólgu síðustu 17 til 18 mánaða. Því miður voru stjórnmálamenn í öðrum flokkum í kappi við að koma fram á vettvanginn til þess að tala hugmynd okkar Framsóknarmanna út af borðinu. Því miður. Hugmynd þessi snýr að því að stöðva þá skriðu gjaldþrota og uppsagna sem hafin í íslensku samfélagi og fyrirsjáanleg. En góðir Íslendingar, til þess að gera sér fyrst grein fyrir alvarleika málsins, þá þarf að hafa kjark til þess að bregðast við, og við Framsóknarmenn höfum haft þann kjark þrátt fyrir að á okkur hafi verið harkalega deilt fyrir þessar tillögur. Og því miður hafa aðrir stjórnmálamenn lítinn gaum gefin aðrar tillögur sem að færustu sérfræðingar sem við Framsóknarmenn höfum ráðlagt okkur við á sviði efnahagsmála að undanförnu. Því miður. Og því miður það svo að engin annar stjórnmálaflokkur hér á vettvangi Alþingis hefur lagt fram heildstæðar efnahagstillögur til þess að koma til móts við vanda heimila og fyrirtækja aðrir en Framsóknarmenn. Og það því eðlilegt að stjórnmálamenn annarra flokka gagnrýni okkur harðlega til þess að reyna að ná vopnum sínum í þeirri umræðu. En góðir Íslendingar, Framsóknarmenn, svo ég tali fyrir hinum 17 tillögunum sem við höfum lagt fram, höfum komið fram með hugmyndir meðal annars þess efnis að það verði komið á sérstökum uppboðsmarkaði með gjaldeyri við Seðlabanka Íslands, þar sem að lífeyrissjóðirnir geta fengið að kaupa gjaldeyri, komið með fjármuni erlendis frá til þess að spýta fjármunum inn í íslenskt efnahags- og atvinnulíf. Það lífsnauðsynlegt. Við höfum líka lagt markaða stefnu og greinargerð fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn það að það beri að lækka stýrivexti Seðlabankans mun meira en þetta 1% sem það var lækkað daginn. Við viljum stuðla að mannfrekum framkvæmdum á vegum hins opinbera í samfélaginu þannig að hjól atvinnulífsins stöðvist ekki. Við viljum veita fyrirtækjum skattaafslátt vegna rannsókna og þróunarstarfs og við viljum umfram allt hugað fjölbreyttum atvinnuúrræðum sem nánar hægt að sjá á heimasíðu Framsóknarflokksins. Góðir Íslendingar, mig langar að nefna hér sérstaklega vanda námsmanna hér í þessari umræðu sem við Framsóknarmenn höfum ítrekað tekið upp hér á vettvangi Alþingis á undangengnum vikum. Það stefnir í það að 13.000 háskólanemar muni því miður ekki eiga kost á atvinnu þegar að sumarmánuðum kemur. Og þá veltum við því fyrir okkur hvernig stendur á því að Nýsköpunarsjóður námsmanna sem styrkti 161 verkefni til handa námsmönnum árið 2003 skyldi einungis hafa úthlutað 79 styrkjum árið 2008. Hvers vegna í ósköpunum stendur á því að stjórnvöld hafi ekki hugað að því á erfiðum tímum að fjölga þessum úrræðum sem að Nýsköpunarsjóður námsmanna hefur veitt. Og við Framsóknarmenn leggjum það til að þeim úrræðum verði fjölgað þegar að 13.000 háskólastúdentar standa uppi atvinnulausir. Góður herra forseti, mér langar að lokum að segja það að Framsóknarflokkurinn hefur treyst ungu fólki til forystu, fólki sem vill hafa áhrif á það hvernig við byggjum íslenskt samfélag til framtíðar, samfélag sem mun rísa upp að þrengingum loknum. Við viljum öfluga velferðarstjórn að loknum næstu alþingiskosningum, velferðarstjórn sem gerir sér grein fyrir mikilvægi öflugs atvinnulífs. Slík stjórn verður okkar mati ekki mynduð án tilstuðlan Framsóknarflokksins. Kosningarnar framundan eru þær mikilvægustu í lýðveldissögunni. Þá verður kosið lausnir og þá verður kosið aðgerðir, ekki aðgerðarleysi, og þá verður kosið fyrst og fremst breytingar. Þann dag sem kosið verður kosið raunverulega framtíðarsýn og stjórnmálaflokkar verða rukkaðir það hvaða framtíðarsýn þeir hafa í efnahags- og atvinnumálum þjóðarinnar.
við framsóknarmenn viljum sjá raunveruleg úrræði fyrir okkur öll góðar stundir